úlfinum, en ég hélt nokkru sinni. Því þegar úlfur bindur hjarta sitt, gerir hann það ekki til hálfs, ekki stund, ekki meðan það hendar, heldur af öllu hjarta, með öllu sem hann er. Ég bind mig við eina manneskju, 100%, með hverju örinu, með hverjum andardrætti, með hverri hugsun, með hverjum degi. En einhver daginn skilur maður að fólk bindur sig öðruvísi, ekki verð, ekki af illum vilja, aðeins öðruvísi. Á meðan úlfurinn gerir hjörð sína að miðju heimsins, dreifir manneskjan hjarta sínu á marga vegi, og stundum verða ókunnugt fólk í öðrum heimi mikilvægara en sá sem stendur dag eftir dag við hlið hennar. Ekki vegna þess að það skiptir meira máli, ekki vegna þess að það sé verðmætara, heldur vegna þess að það er nýtt, vegna þess að það vekur áhuga, vegna þess að það ber með sér óþekktar sögur. En úlfurinn, hann er áfram eins og alltaf, kannski er það einmitt bölvun hans. Manneskjan veit að úlfurinn fer ekki, hún veit að hann bíður, að hann ber byrðarnar, að hann fyrirgefur, að hann verður áfram. Og með tímanum verður tryggðan sjálfsögð eins og gamalt tré sem enginn horfir lengur á, því allir telja að það muni alltaf standa þar. Sérstöku augnablikin verða venjuleg, sólaruprásin sem við horfum á saman, leiðin í gegnum rigninguna, hláturinn við eldinn, hljóðláta ferðin í gegnum nóttina. Það sem áður voru minningar verður nú aðeins. Við gerðum það bara, og í hver skipti deyr eitthvað lítið, ekki hátt, ekki sýnilega, en áþreifanlega. Því úlfurinn sofnar ekki augnablikum, hann sofnar merkingu. Fyrir honum er hvert skref sem gengið er saman, hluti af hjörðinni, hluti af sögunni, hluti af hjartanu. Kannski er það munurinn, úlfurinn gleymir aldrei því sem af þeim merkingu. Manneskjan venst því, og þannig situr úlfurinn stundum einn við eldinn, á meðan heimurinn heldur áfram, ekki fullur af reiði, ekki fullur af hatri, aðeins með hljóðasorg, því hann sér að hans 100% fá ekki alltaf 100% tilbaka, og samt myndi hann vera áfram, því það er styrkur úlfsins á stundu